hver tilgangurinn með því að læra stærðfræðina? Þetta eiginlega svo spurning sem kemur hvað oftast upp hjá nemendum varðandi stærðfræðilærdóminn og oft þannig að bara nemendur sjá ekki ljós í þessu hverju verið að þessu og finnst jafnvel verið svolítið að pína sig áfram. Þannig að spurningin sem við ætlum að reyna að svara með tilgangin, hverju að læra stærðfræði? Í hvað hún eftir að nýtast í framtíðinni og bara þetta allt saman, bara tilgangurinn með þessu. Og það sem í rauninni tvennt í þessu, það þetta með daglega lífið hjá okkur, þá alltaf ykkur vandamál. Það kemur alltaf eitthvað upp og þurfum að fara að leysa það, fara að spá í hvernig við að leysa, hvað við að gera til að leysa, taka eitthvað skref í áttina að lausninni og það allt saman. Þannig að við það þarf rökhugsun og stærðfræðin hjálpar verulega til við allt sem heitir rökhugsun. Og þó að þú ert á unglingastigi núna, þá þetta samt sem áður, það alltaf eitthvað sem kemur upp á í lífinu og verða eitthvað vandamál sem að þarf að spá svolítið í og það getur bara verið svolítið erfitt að leysa úr þessum málum og þannig að við þurfum að byrja á því að átta okkur svolítið á hvað vandamálið og þegar við erum búin að átta okkur á því þá að taka bara eitthvað örfá skref, nokkur skref í átt að lausn og síðan kemur eitthvað loka niðurstaða, við finnum út úr því hvernig við að leysa málið. Þannig að þetta í sjálfu sér bara eins og eitt gott stærðfræði dæmi. Fyrst þarf að byrja á því að lesa hvað dæmi snýst, síðan þarf að taka eitthvað ákveðin skref í áttina lausninni. Það að segja eftir þegar maður þegar búið að kenna manni hvaða aðferðir gilda tiltekið dæmi og síðan eitthvað loka svar eða loka niðurstaða við dæminu. Þannig að þetta þjálfar í rauninni þessa rökhugsun og líka það sem við köllum gagnrýna hugsun. Og þá spáir oft í því að þetta nú svo sem gott að blessa, þá kemur hin hliðin á þessu, tala að vera tvær svona megin ástæður fyrir þessu sem getur nýst svona í daglega lífinu. Stærðfræðin til dæmis hjálpar til þegar að við erum eldri og ég strax núna þegar unglingur að hjálpar okkur til að stýra eigin fjármálum. Það að segja að taka upplýstar ákvarðanir í daglegu lífi eins og þegar við erum að fara á versla, þurfum að kaupa okkur eitthvað, þá þurfum við átt okkur á því að það ekki til endalaust af peningum, þannig við þurfum að stýra því svolítið í hvert allir þessi peningar sem við eigum, hvert fara, í hvað að nota þá. Við getum ekki notað til takmarkað af peningum og við eigum alltaf til eitthvað takmarkað af peningum. Vonandi ef að fólk veit það, verða ríkir eða rík, þá það bara besta málum. Það þarf alltaf að stjórna peningunum og setja í matarinn, kaup og bara þessi helstu lykilþætti í daglega lífi. Þannig að við þurfum að átt okkur svolítið á því þessa rökhugsun til þess að við getum bara stýrt svona ákvörðunum í okkar venjulega daglega lífi. Og framtíðin síðan, hver draumurinn, hvað langaði til að gera þegar að eftir grunnskólan, hver draumurinn, kannski áttar ekki alveg á því akkurat núna, en það eitthvað sem að þú kannski hefur mestan áhuga á að gera, læra og svona áttaðu hvert þú vilt fara í framtíðinni og hvert svona jafnvel draumastarfið og það alltaf best að gera svolítið það sem langar til að gera, það sem áhuginn liggur mestur. Það sem þar líka með stærðfræðina, það að lágmark einn einingaber stærðfræðafang á öðru hæfniþrepi í framhaldsskóla. Þannig að þegar þú kemur í framhaldsskóla þá í rauninu verður alltaf að taka minnst ákosti einn áfanga í stærðfræði, einingaberran áfanga í stærðfræði á framhaldsskólastigi og það gildir líka iðnnám eða verknám, til dæmis eins og hárgreiðslu, pípara eða eitthvaða verknám
og iðnnám sem það oft svolítið misskilningur með það ég ætla ekki að fara í neitt nám með eitthvað bóklegt nám mikið sem mikið starffræði og það bara gott að blessa, það bara þitt val. En það sem að þetta snýst svolítið að það þessi eini áfangi á öðru hæfnistreypi bara ansi snúinn og hefur, ég veit mörg dæmi þess að fullorðið fólk hefur í rauninni ekki geta látið drauma sína rætast, þannig að hefur í rauninni látið starffræðin að stoppa sig. Þannig að þetta starffræðin allstað líka ef maður ætlar að eldast í drauma sína varandi það að læra það sem langar mest til að læra eða fara í þann skóla sem langar mest til að fara í og fá háar einkunni til þess að komast inn í þá skóla, þá mjög mikilvægt að taka starffræðina föstum tökum. Þannig að færni í starffræði bara mjög mikilvæg í daglegu lífi varandi það bara að taka ákvarðanir og rökhugsun og úrlausn á vandamálum, stýra sínum eigin peningum og margt annað í daglega lífi sem við þurfum að hafa rökhugsun og líka til þess að komast í og reyna að láta drauma sína rætast og fara í það starf í framtíðinni, að gera það sem langar virkilega til að gera í framtíðinni. Þannig að þetta skiptir allt mjög miklu máli.